Hlutabréf í Kauphöllinni hafa fallið í verði vegna óvissu þróun alþjóðaviðskipta eftir tolla Trumps. Hagfræðingur segir viðbúið að hagvöxtur víða heim verði minni en spár gerðu ráð fyrir. Fjölmörg fyrirtæki víða heim hafa áhyggjur af áhrifum tollanna. Fullyrðingar Ísraelshers að bílar Rauða hálfmánans í Palestínu hafi verið ljóslausir og starfsmenn ómerktir virðast upplognar. Myndskeið úr síma viðbragðsliða sem var drepinn sýnir hið gagnstæða. Minnst 18 biðu bana í árás og Rússa á heimabæ Zelenskís forseta í gær, þar af 9 börn. Rússar hafa náð 4700 ferkílómetrum af landsvæði í Úkraínu á sitt vald síðasta árið. Mun fleiri konur leita ráðgjafar hjá Kvennaathvarfinu en áður. Söfnun fyrir nýju húsnæði á lokametrunum og nær hápunkti með söfnarþætti á allra vörum í kvöld. Gott kvöld. Framleiðslufyrirtæki víða heim hafa miklar áhyggjur af áhrifum tolla sem Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur lagt á innfluttar vörur og tóku gildi í dag. Hagfræðingur segir viðbúið að hagvöxtur verði víðast hvar minni en spár gerðu ráð fyrir og óvissan meiri. Donald Trump Bandaríkjaforseti kynnti á miðvikudag víðtæka tolla á allan innflutning til Bandaríkjanna. Fyrstu tollarnir tóku gildi í dag, þar á meðal 10% tollur á íslenskar vörur. Á þriðjudag taka svo gildi frekari tollar, þar á meðal á vörur frá Kína og ríkjum Evrópusambandsins. Stjórnvöld í Kína hafa þegar ákveðið að svara í sömu mynt. Lilja Solveig Kró, hagfræðingur hjá Arion banka, segir þetta skapa mikla óvissu þróun alþjóðaviðskipta á komandi mánuðum. Það sem við sjáum núna er þetta bara að við vitum að Bandaríkin er búin að leggja tolla á vörur til Bandaríkjanna. Við vitum auðvitað ekki hvernig aðrar þjóðir munu bregðast við. Það veltur svolítið mikið á því hvernig aðrar þjóðir bregðast við, hvort að þau leggja tolla á bandaríska vörur eða bara allan innflutning. Þannig að áhrifin hversu stórt þetta verður veltur á því. En nei, við erum ekki að sjá að þetta sé að fara að verða alþjóða kreppa eins og gerðist 2020 eða 2009, en þetta mun draga úr hagvexti. Ekki sé ljóst hvaða áhrif þetta kann að hafa á íslensk útflutningsfyrirtæki. Útflutningur til Bandaríkjanna, þetta er svona 15 okkar útflutningi og þar að vegur þyngst ferðaþjónustan sem er ekki hægt að tolla. Þannig að áhrifin á Íslandi, já þá eftir að koma í ljósu þetta hver mikil þau eru, svona bein áhrif eru kannski ekki mjög mikil nema þetta fyrir þessi fyrirtæki sem er að flytja vörur til Bandaríkjanna og verða fyrir þessum áhrifum. En aftur á móti að þá eru óbeini áhrifin þau að með tollum að þá minnka alþjóðaviðskipti, hagvöxtur minnkar og þá gæti bara eftirspurn eftir okkar vörum, hvort sem það er fiskur eða ferðaþjónusta, gæti dregist saman. Tollastefna Bandaríkjanna hefur haft mikil áhrif á hlutabréfamarkaðinn hér á landi. Úrvalsvísitala Kauphallarinnar lækkaði rúm 8% á síðustu 2 dögum, rúm 3,9% í fyrradag og 4,3% í gær. Hlutabréf í öllum fyrirtækjum á markaði fyrir utan 6 lækkuðu í gær. Mest hjá líftækni fyrirtækinu Oculus Holding eða rúm 11%. Lilja segir óvissu þróun efnahagsmála skýra þessa lækkun að mestu leyti. Hlutabréfamarkaður er alltaf viðkvæmur fyrir óvissu og það er bara svakalega óvissa í gangi núna og mörgum finnst bara betra að fara aðeins til hliðar, taka peningana út á markaði svona meðan þetta er að skýrast, ríkið er aðeins að setjast á þess aftar. Hins vegar að þá eru nokkur fyrirtæki á íslenska markaðnum sem eru mjög háð svona alþjóðaviðskiptum, öðrum mörkuðum. Þannig að það er kannski eðlilegt að þau séu að lækka, að það er verið að reyna að meta hver áhrifin verða á þessi fyrirtæki. En hins vegar að allir markaðurinn séu að lækka og líka fyrirtæki sem starfa bara á innlendu markaði, það er kannski ekki hægt að finna bein rök fyrir því. Bændur í Bandaríkjunum, vínframleiðendur í Þýskalandi og fataframleiðendur í Lesotho eru meðal þeirra sem eru afar uggandi. Tabeng ya ditarifi hore e kene tshebetsong tjena. Re tle re hlokometse hore e tlo tla etsa hore difeme bongata ba tsona di ka kwalwa kapa di tlo kwalwa. Mme ha o so le valo. Ef þú gengur í gallabuxum frá Levi's eða Wrangler er líklegt að þær hafi verið saumaðar í Lesotho. Trump hefur lagt 50% toll á innflutning þaðan. 80% af fötum sem flutt eru út frá Lesotho fara til Bandaríkjanna. We are not going to die.
we will have to diversify and go to other markets. We have Africa CFTA as a market. En fleiri hafa áhyggjur til að mynda vínframleiðendur í Evrópu. Trump hefur hótað 200% tollum á þýsk vín, sem verða brátt með 20% toll eins og aðrar vörur frá Evrópusambandinu. Natürlich sollten jetzt die 200% Zölle kommen, würde das komplett wegfallen, weil das einfach 200% Ausschlag, dann würden die einfach erstmal nichts mehr kaufen. Hefndartollarnir sem Kínverjar settu á Bandaríkin í gær, 34%, valda svo bandarískum bændum sem framleiða maís áhyggjum. Þeir hafa flutt töluvert út til Kína. And I think I'd prefer the government stay out of the way and allow us to sell our products where they're needed and where they can gain the most value. Tollarnir eru svo þegar farnir að hafa áhrif á framleiðslu. Bílaframleiðandinn Stellantis sem framleiðir til að mynda Alfa Romeo, Fiat, Peugeot og Citroën hefur hætt framleiðslu í Kanada og Mexíkó tímabundið vegna tollana þar. Þá hefur lúxusbílaframleiðandinn Jaguar Land Rover gert hlé á sendingum til Bandaríkjanna tímabundið meðan áhrif tollana eru skoðuð. Tollarnir hafa líka valdið hruni á mörkuðum sem hefur svo áhrif á sparnað fólks, til dæmis ellilífeyrisþega. Maybe I've lost $100,000. So, I mean, that's not going to break me, but it concerns me. Upptaka af árás ísraelska hermanna þegar 15 hjálparstarfsmenn voru drepnir á Gaza í síðasta mánuði sýnir aðra atburðarás en ísraelsmenn sjálfir hafa haldið á lofti. Við vörum við myndunum sem að fylgja þessari frétt. Í myndskeiðinu sem að einn þeirra sem voru drepnir tók á símann sinn og rauði hálfmáninn í Palestínu birti í dag sést að sjúkrabílarnir voru vel merktir og með blikkandi ljós. Því átti ekki að fara á milli mála að þetta voru sjúkrabílar. Þegar bílalestin var stöðvuð skutu hermenn Ísraelsmanna á hjálparstarfsmennina. Ísraelsher hafði áður sagt að ráðist hafi verið á hryðjuverkamenn í grunnsamlegum bílum sem voru með slökkt ljós. Myndskeiðið sýnir allt aðra sögu. Minnst 18 biðu bana í árás Rússa á borginni Kryvyi Rih í gær, þar af 9 börn. Úkraínumenn lýsa árásinni sem hryðjuverki og forseti Úkraínu segir Rússa skepnur. Árásin eins og mannskæðasta í Úkraínustríðinu og seinni stigum. Eldflaug var skotið á íbúðarhús nærri barnaleikvelli í borginni Kryvyi Rih í miðri Úkraínu. Auk þeirra 18 sem féllu særðust 72, þar af 12 börn. Я досі не можу прийти до тями, коли я побачила ці чорні вікна в величезному домі і тіла людей, які просто лежали, і крики про допомогу. Я не вірю, що це сталося. Rússar sögðu árásina hafa beinst að veitingastað þar sem herforingjar og vestrænir leiðbeinendur hittust. Íbúar draga það í efa. Може бути цим тваринам якогось оправдання. Це чіткий терористичний акт. Тут немає нічого, ні військового, ні близького до військового, ні поліції, от взагалі нічого. Дитячий майданчик, на кому грались діти. Rússar hafa hert árásir á Úkraínu undanfarna daga. Í fyrra dag voru 5 drepnir og yfir 30 særðir í drónaárás í Kharkiv í norðurhluta landsins. Í nótt var svo yfir 90 drónum skotið að Úkraínu en flestir voru ýmist skotnir niður eða ollu ekki skaða. Forseti Úkraínu fordæmdi árásina í Kryvyi Rih á blaðamannafundi í gærkvöld. Звичайні вулиці. Це просто нелюди, сволота, всі, хто може таке робити. Слова нормального про цих російських покидьків немає. Hallgrímur, Rússar hafa sótt heldur á í stríðinu í Úkraínu undanfarna mánuði. Hvernig hefur staðan þróast? Já, frá því að það fór að hægjast á gagnsókn Úkraínu í stríðinu fyrir kannski svona rúmu ári, þá hafa Rússar verið að leggja undir sig sífellt meira landsvæði og á þessu rúma ári þá hafa þeir náð undir sig 4700 ferkilometrum. Það jafngildir svona 1% af Úkraínu. Þeir eru núna með 20% af landinu á sínu valdi, Rússar, og þá með í því Krímskagi og Donbass sem þeir voru með á sínu valdi áður en þeir réðust inn í Úkraínu árið 2022. En það hefur hægst töluvert á þessari sóknu Rússa undanfarna mánuði. En Úkraínumenn réðust inn í Kursk héraði í ágústmánuði í fyrra. Hver staðan þar núna? Samkvæmt greiningu AFP-fréttastofunnar á gögnum frá Institute for the Study of War þá nánast búið að hrekja Úkraínumenn út af Kursk. Úkraínumenn voru með 1300 ferkilometra þar á sínu valdi þegar mest var.
Þeir eru með það bil 8-10 ferkílómetra núna. En yfirmaður Evrópusveitar Bandaríkjahers sagði við Politico í gær að Úkraínumenn væru að halda í þetta litla svæði mjög stíft og með góðum vörnum og þar að auki þá gagnsókn af hálfu Úkraínumanna í gangi í Belgorod héraði sem næsta hérað við Kúrsk og það í raun og veru fyrsta staðfestingin á því að Úkraínumenn séu með eitthvað landsvæði þar á sínu valdi. En viðræður vopnahlé og þá hugsanlega líka mögulega viðræður lok stríðsins? Já, Úkraínumenn hafa verið í viðræðum núna við evrópska leiðtoga einhvers konar friðargæslu í Úkraínu eftir að stríðinu lýkur. En hvað var á vopnahlé þá hefur Zelenský Úkraínu forseti sagt að til dæmis þessi árás sem við heyrðum af í fréttinni hérna áðan að hún sýni að það sé eiginlega ekkit sérstakur vilji hjá Rússum til þess að semja vopnahlé. Hins vegar hefur sérstakur sendiráðunautur Rússa verið undanfarna daga í viðræðum við Bandaríkjastjórn Úkraínustríðið og ég held að það sé óhætt að segja að þeir tveir, rússneski ráðunauturinn og Zelenský, að þeir líti eiginlega gjör ólíkum augum á stöðuna í Úkraínu. Бажано, щоб будь-які перемовини були предметними. Як розмовляти напряму просто з балістичними ракетами? Це на сьогодні просто розмовляти з ракетами і з терористами. Який сенс просто говорити? We are having good discussions. Our diplomatic people are also discussing possible outcomes, but there is no question that President Trump's team not only stopped World War III from happening, but also had already achieved sizable progress on Ukraine resolution. Búast má við því að tölvuárásir þar sem að gögn eru tekin í gíslingu verði fullkomnari og þróaðri á næstu árum. Sérfræðingur í netöryggi segir tilkomu gervigreindar mikið áhyggjuefni en almenningur þurfi ekki að hafa miklar áhyggjur. They control vast amounts of wealth, they grow every year and they keep their wealth in cryptocurrencies, which has also made them even wealthier. Hann segir skipulagða glæpahópa á netinu hafa aukast mjög á síðustu árum, meðal annars með gagnagíslatöku. Það þýði að þessir glæpahópar geti fjárfest og þróað aðferðir sínar og árásir. Gervigreindin spilar einnig veigameira hlutverk. This has only barely started, but it's already very worrying because we could easily find malware which uses generative AI to rewrite its code, making it undetectable, or use malware to run these campaigns, making them much, much faster, or even find vulnerabilities from computer systems with AI. Gagnagíslatöku árásir á fyrirtæki og einstaklinga hér á landi hafa tvöfaldast á milli ára. Ísland hefur þó ekki verið sérstakt skotmark þessara glæpahópa. Þeir ráðast á fyrirtæki og stofnanir af öllum stærðum og gerðum allan heim. Normal citizens and their home computers are not being targeted with ransomware today. We never recommend that any victim pays the ransom. The more victims pay the ransom, the bigger this problem becomes. We already have more than 200 organized online cybercrime gangs making millions with ransomware attacks. But the companies that have paid the ransom pretty much always report that they got their files back and nothing that was stolen from them was leaked online. So these are professional criminals. They pretty much have to deliver what they promise or the business model they're in would collapse. Framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins segir þörf á nýju húsnæði til að bregðast við aukinni aðsókn í þjónustuna. Mun fleiri leita í ráðgjöf hjá athvarfinu en áður. 43 ár eru liðin síðan Kvennaathvarfið var opnað í Reykjavík fyrir konur sem geta ekki búið heima hjá sér vegna ofbeldis. Starfsemin hefur fyrir nokkru sprengt utan af sér. Síðustu ár hefur sjálfseignarstofnunin sem rekur athvarfin 2 í Reykjavík og Akureyri safnað fyrir 9 athvarfi. Við hittum á Lindu Dröfn Gunnarsdóttur, framkvæmdastýru Kvennaathvarfsins í Kringlunni í Reykjavík, þar sem sjálfboðaliðar seldu gloss til að safna fyrir athvarfinu. Við erum á lokametrunum, við erum byrjar að byggja og við ætlum að flytja eftir rúmt ár. Við erum búin að safna lengi, við ætlum að eiga fyrir þessu þegar við förum yfir og við finnum mikinn samhug í samfélaginu. 150 konur og 100 börn leita skjóls í Kvennaathvarfinu á ári hverju. Fjöldinn hefur haldist svipaður í nokkuð tíma. Hins vegar hefur þeim fjölgað til muna sem leita í ráðgjöf hjá athvarfinu.
Með nýju húsnæði hægt að bjóða upp á fleiri viðtalstíma. Við þurfum nýtt kvennaathvarf til þess að hafa betra aðgengi fyrir konur með alls konar sérþarfir. Við þurfum meira pláss, við þurfum meira rými til að geta komið betur á móts við konur og börn og með dvelja hjá okkur. Þannig að við finnum bara að fólk ætlar að gera þetta með okkur, alveg eins og þetta var gert þegar þetta var stofnað fyrir 43 árum. Þá gerðu fólk þetta saman, tók höndum saman og stofnaði kvennaathvarf og þannig það ennþá. Landssöfnun fyrir nýju kvennaathvarfi nær hámarki í kvöld með söfnunarþætti hér á RÚV. Viktoría Hermannsdóttir og Óðinn Svan Óðinsson, þið takið á móti gestum í myndveri og ég gerir ráð fyrir að standi mikið til. Já, svo sannarlega. Við ætlum að safna fyrir byggingu nýs kvennaathvarfs og við vonum að við fáum þjóðina með okkur í lið. Við kynnumst sögu athvarfsins, starfsemi þess og við heyrum reynslusögur. Já, það er rétt. Við ætlum að heyra í fólki en við ætlum líka að hafa þetta svolítið skemmtilegt og fá til okkar frábært tónlistafólk en mér skilst reyndar að stemmingin verði jafnvel meiri í símaverinu þar sem að Edda Sif og Andri Freyr hafa staðið vaktina. Já, hér er nefnilega mikið stuð og við erum með 3 sem eru alltaf í stuði og standa að baki bara þessu verkefni í heild sinni. Gróa, Guðný og Elísabet. Hvernig er tilfinningin núna þegar svona stutt í þetta? Geggjuð. Er það ekki? Jú, bara meira áttar. Þetta er bara alltaf bresta á og verður geggjað kvöld. Og nú viljum við bara fá fólk til að byrja hringinn, heita og fyrirtæki sama bransa. Hvernig virkar þetta? Hvernig viljum við sjá þetta? Allir að hringinn, 550-2000, er það ekki? Og bara keppast að ná línunni, er það ekki? Jú, ekki spurning. Og einmitt að heita á, ef fólk er með eitthvað í einhverjum ákveðnum bransa, þjónustu eða eitthvað, þá getur það heitið á fyrirtækin sem eru að vinna samkeppni. Það er sjávarútvegsfyrirtækin, uppáhaldsfyrirtækin mín, það er ferðaþjónustufyrirtækin, öll hótelin, hárgreiðslustofur, fasteignasölur, bókhaldstofur. Bókhaldstofur? Ég segi svona, já. Allt til að ferja með líka hringinn, bara allir. Allir. Og það er ekki verið að pressa, sko, því þetta er nú þannig að margt smátt gerir eitt stórt. Algjörlega. Og það skiptir engu máli, við getum alveg tekið á móti 1000-sköllum, 1000-sköllum. Svo náttúrulega 900 númerinn opinn líka. Eru þið með markmið? Hvað töluðu þið vilja? Já. Við förum ekki heim undir 100.000. Nei, það verður útsendingin, við verðum hér. 100 milljónir. Þannig að ef það verður ekki, þá gistum við hér í nótt. Já, ég er með því. Er það ekki? Dásanlegt, þið heyrið þetta að þá bara að setja alla síma í hleðslu og eftir svona hálftíma þá takið það úr hleðslu og ringið okkur og tæmið alla bauka og reikninga og beint í Halló? 5.000, já. Já, takk. Ekkert mál. Sendið það bara yfir. Takk, já, bæ. Takk fyrir það. Fyrsta símtal komið. Útsendingin hefst að loknum veðurfréttum hér hjá okkur. En öðru, nemi við Borgarholtsskóla, fyrirgefið vitlaus myndavél, við skulum snúa okkur í þessa réttu svo ég geti horfst í augu við áhorfendur. Nemi við Borgarholtsskóla segist þakka fjarnám í Ásgarðsskóla alla daga fyrir að hafa fundið sjálfstraust í námi. Hún segir leitt að heyra fyrirætlanir Reykjavíkurborgar að taka námið yfir. Embla var með skólaförðun í 8. bekk. Hún segir að skólaumhverfið og kennsluaðferðir hafi valdið henni vanlíðan, það mikilli að hún hætti að mæta í skólan. Hún segir skólakerfið ekki hannað fyrir börn eins og hana. Það hreinlega brást mér sko. Það var alls ekkert eitthvað vel haldið utan mann, alveg sama hvað maður kvartaði, talaði bent á, það var aldrei nein breyting. Þau ætluðu að vera með mig í einhverju sérstöku herbyggi, bara ég ein, þá bara einangra mig með einhverjum kennara, en svo var það aldrei neitt út í. Það var engin einhver úrræði sem þau vildu hjálpa með þegar gefa út. Móðir Emblu segir að öll úrræði hjá Reykjavíkurborg hafi verið reynd, en Embla kláraði hvorki 8. né 9. bekk. Því hafi það verið himnasending þegar hún heyrði af Ásgarðsskóla sem býður upp á fjarnám fyrir elstu bekki í grunnskóla. Þar hafi Embla tekið alla bekki í unglingadeild á einu skólaári og útskrifast í fyrra. Skutlaði fyrsta daginn sem ég ekki bara trúa þessu þetta myndi renna upp. Þannig að bara þetta breytti öllu. Embla segir fyrirkomulag fjarnámsins hafa hentað henni fullkomlega. Þetta var bara hreinlega að bjarga mér alveg bara frá öllu, að hafa eitthvað þarna og sérstaklega þú ert búin að líða svo týndur og svo einn svona lengi, að hafa alveg fólk sem tekur vel á móti þér bara gjörsamlega að bjarga manni alveg. Bara gefur sjálfstraust tilbaka. Reykjavíkurborg hyggst taka fjarnám elstu bekkja grunnskóla yfir, áætlanir sem komu stjórnendum Ásgarðsskóla í opna skjöldu. Embla er nú á félags- og hugvísindabraut í Borgarholtsskóla og gengur vel í námi. Hún segist fullviss að hún væri ekki í námi í dag,
hefði Ásgarðsskóla ekki notið við. Ég þakka þessum skóla alla daga og mér finnst ógeðslega leiðilegt að þetta staðan. Iðnnemar framtíðarinnar fengu að reyna sig í verkmenntaskóla Austurlands í Neskaupstað þar sem að tæknidagur fjölskyldunar var haldinn í 10. sinn. Markmiðið að vekja áhuga almennings á fjölbreyttum viðfangsefnum, tækni, verkmennta og vísinda. Fyrirtæki, stofnanir og fleiri sýna starfsemi sína og lögð áhersla á að gestir sjáu hvernig tækni og vísindaþekking nýtist fyrirtækjum í alls konar starfsgreinum. Tilgangurinn með þessum degi fyrst og fremst að vekja áhuga á tækni, nýsköpun og vísindum meðal fólks á öllum aldri, allt frá bara leikskólabörnum upp í eldri borgara. Og við erum svona að reyna að vekja athygli á því með ýmiss konar hætti. Þetta hérna táknar karlmenn í iðngreinum og þetta hérna, það konur í iðngreinum, í karllægum iðngreinum. Þetta bara skemmtilegasta starf sem ég hef unnið á ævinni, bara af því að þetta svo ógeðslega fjölbreytt og fólk heldur að það að vera iðnaðarkona sé eitthvað að þú út í skurði, bara drullu skítu og eitthvað svoleiðis sem bara ekki rétt. Þetta rosalega fjölbreytt. Það bara ekki rétt að þetta sé alltaf skítatjobb. Veðrið suðlæg átt víða 5 til 13 metrar. Lengst af léttskýjað á norðaustur og austurlandi, annars yfirleitt skýjað og dálítil súld eða rigningum landið sunnan og vestanverk, einkum þó við suður- og vesturströndina. Hiti að 15 stigum, hlýjast norðaustan til og nánar þetta að loknum íþróttafréttum. Íslandsmeistarar voru krýndir í liðakeppni í borðtennis í dag. Lið mega nú tefla fram erlendum atvinnumönnum og því mættu óvenju alþjóðleg lið til keppni. Rússneski íshokkímaðurinn Alexander Ovechkin jafnaði í gær 26 ára gamalt met Wayne Gretzky í NHL-deildinni. Flestir töldu ómögulegt að metið yrði nokkur tímann slegið. Og við kíkjum á úrslitakeppnirnar í úrvalsdeild kvenna í körfubolta og úrvalsdeild karla í handbolta. Þetta og fleira í íþróttum handan við hornið. Og þá það helstu atriði fréttanna. Hlutabréf í Kauphöllinni hafa fallið í verði vegna óvissu þróun alþjóðaviðskipta eftir tolla Trumps. Hagfræðingur segir viðbúið að hagvöxtur víða heim verði minni en spár gerðu ráð fyrir. Fjölmörg fyrirtæki hafa áhyggjur af áhrifum tollana. Fullyrðingar Ísraelshers að bílar Rauða hálfmánans í Palestínu hafi verið ljóslausir og starfsmenn ómerktir virðast uppblognar. Myndskeið úr síma viðbragðsliða sem var drepinn sýnir hið gagnstæða. Minnst 18 biðu bana í árás Rússa á heimabæ Zelenskís forseta í gær, þar á 9 börn. Rússar hafa náð 4700 ferkílómetrum af landsvæði í Úkraínu á sitt vald síðasta árið. Mun fleiri konur leita ráðgjafar hjá kvennaathvarfinu en áður. Söfnun fyrir nýju húsnæði á lokametrunum og nær hápunkti með söfnunarþætti á allar vörum í kvöld. Hann hefst núna að loknum veðurfréttum en við erum að segja þetta gott í fréttinum. Næstu fréttir okkar verða klukkan 10 í kvöld og við minnum á ruv.is. Þar eru allar helstu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. Þessum fréttatíma að ljúka. Verið þið sæl og njótið þess sem eftir er af helginni.